Hver ber ábyrgð á húsnæðisskortinum? Ég var á mjög áhugaverðri ráðstefnu daginn húsnæðismarkaðinn og hvað sé til ráða. Þar kom meðal annars fram að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gáfu út skýrslu með mjög margt áhugavert og meðal annars fólksfjölgun og þróun á höfuðborgarsvæðinu frá 2012 til 2025 sem á næsta ári. Þar kom fram að þeir áætluðu að þetta yrði sirka 30.000 manns sem aukningin yrði. Síðan kom í ljós að þetta eru 50.000 manns eða sirka 8 til 10.000 íbúðir sem frávik var. Og það vöknuðu svo margar spurningar hjá mér. Hvenær kom skekkjan í ljós? Var einhver sem bara ábyrgð á skýrslunni? Og þú veist, í hvað Excel-skjali kom þetta í ljós? Eða var enginn að pæla í þessu? Vissi þetta einhver og gerði ekkert í þessu? Þetta myndi mér svolítið á því ég datt á hjóli fyrir nokkrum árum og mér var svo illt í hendinni, ég fór upp á slysó og læknirinn sendi mig í röntgen og sagði röntgen sýnir brot. Og þetta er mjög vont brot, þannig hefur ákvað gifsa mína frá úlnlið og upp í öxl. Ég var í gifsi í 2 vikur og síðan kom ég upp á slys og aftur til að taka gifsið og læknirinn segir bara, heyrðu, góða fréttir, þú ert ekki brotin. Ég er svo glöð, svo fer ég heim og ég sagði, hvernig vissi hann ég var ekki brotin? Þannig að ég sæki sjúkraskýrsluna mína og þar kemur bara fram á sunnudegi sýnir röntgen brot, á mánudegi skoða röntgenlæknirinn skýrsluna og það kemur bara fram og myndirnar kemur bara fram, ég er ekki brotin. Ég er ekki svona, það er ekkert blætt, það er ekkert að mér. Þeir bara gleymdu að láta mig vita að ég væri ekki brotin. Ég sendi póst á landlækni til að láta vita þessu og fyllt út eitthvað eyðublað og tæpa ári seinna þá fæ ég póstur á landlækni að ég hafi því miður notað rangt eyðublað og ég var beðin að gera þetta aftur. Ég ætlaði bara að láta vita að ferlarnir virkuðu ekki. Þannig upplifi ég svolítið húsnæðismarkaðinn og allar lausnirnar. Við erum með fullt af stýrihópum, alls konar nefndum og ráðum og skýrslum og hugmyndum en það er eins og enginn einn sé ábyrgur fyrir því að láta ferli ganga upp. Og mér líður svolítið eins og séum föst í fóstbræðra sketsi. Það er bara Indriði hérna með ofnin og bara spurningin er hver á að laga banka í ofninum? Er það ég, er það þú, er það Indriði? Þannig að ég einhvern veginn, ég er svo þreytt á þessu, að mig langar að leggja til að við hættum bara að leggja niður allar þessar pælingar nefndir, stjórnskýrslu og allt þetta og búum bara til eitt ferli þar sem einhver ákveðin er ábyrgur fyrir þessu öllu og lagar banka í ofninum. Hver ætlar að taka þetta að sér? Er það þú?